Góðan dag. Þá ætla ég að setja annan fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra, kjörtímabilið 2022 til 2026. Og áður en að ég kanna lögmæti fundarins þá langar mig að bjóða velkomna á sinn fyrsta sveitarstjórnarfund þá Svavar Leópold og Viðar Má, sem að sitja þennan fund sem varamenn. Nú, eru ykkur athugasemdir við útsend fundarboð? Svo ekki. Þá langar mig til þess að óska eftir því að við fundin hvort að það séu athugasemdir við það að við tækjum inn fundargerð frá byggðasamlaginu Odda sem að þar var fundur núna á mánudaginn og ég óska eftir því að fá að taka þá fundargerð inn á fundinu. Eru athugasemdir við það? Svo ekki, að þá göngum við bara til dagskrár og tökum fyrsta lið sem er þessi fundargerð Odda, sem er til kynningar utan sérstaks liðar þarna sem að varðar viðbóta stöðugildi við vegna sérkennara og þroskaþjálfa fyrir skólaárið 22 til 23. Og ég ætla bara að lesa þessa tillögu í raun. Hún hljóðar svona: stjórnendur grunnskólans á Hellu hafa óskað eftir að bæta við stöðugildi sérkennara, þroskaþjálfa fyrir skólaárið 2022 til 23 til að mæta þörf á auknum stuðningi við nemendur á yngsta stigi. Stjórn Odda telur þörf þó að verða við þessari beiðni og leggur fram tillögu að viðauka 2 við áætlun Odda BS 2022. Og það er gert ráð fyrir því að launakostnaður grunnskólans á Hellu hækki 4,2 milljónir árið 2022. Þetta er laun sem sagt frá hausti og fram að áramótum og við erum í raun og bara að samþykkja það og gerum svo væntanlega ráð fyrir þessu kostnaði fjárhagsáætlun næsta árs. Óskað er eftir að viðaukarnir verði mætt með auknum framlögum sveitarfélagara sem skiptast þannig að framlög Rangárþings ytra hækka 3.510.000 og framlög Ásahrepps hækka 690.000 á móti. Og ég gef orðið laust þessa beiðni Odda til okkar. Við fjöllum þetta aðeins hérna á síðasta sveitarstjórnarfundi einmann rétt. Og þá vorum við með fundargerð frá Odda og þá vantaði þessa sérstöku beiðni þennan viðauka. Þannig að nú er það komið og ef enginn hreyfir andmælum eða biður orðið þá óska ég bara eftir því sem geta samþykkt þetta að gefa merki. Ykkur er á móti, það er samþykkt samhljóða. Og bókunin sem fylgir er sveitarstjórn samþykki viðauka fyrir sitt leyti og leggur frá viðauka 4 við fjárhagsáætlun Rangárþings ytra. Viðaukinn gerir ráð fyrir hækkun launakostnaðar í fræðslumárum á fjárhæð 3.510.000 og viðaukanum er mætt með lækkun á handbæru fé. Takk fyrir það. Þá erum við liðið 2 sem er rekstraryfirlit sveitarfélagsins frá janúar til maí og þau gögn eru þarna í gáttinni hjá okkur. Ég ætla að biðja hana Klöru að renna svona örstutt yfir svona helstu lykiltölur í þessu yfirliti. Gjörðu svo vel, Klara. Já, komið þið sæl. Það má nú segja svo sem að reksturinn sé eitthvað jafnvægi. Launakostnaður er eins og staðan er núna 20 milljónum undir áætlun hjá sveitarfélaginu. En reyndar á móti 17 milljónir yfir áætlun hjá byggðasamlaginu Odda en samtals er þetta þá svona nokkurn veginn á pari, örlítið undir áætlun. Þetta er auðvitað aðeins misjafnt eftir liðum
hvort að þetta sé undir eða yfir áætlun og það eru náttúrulega líka eðli starfseminnar þannig að það eru ákveðnar stofnanir sem eru kannski frekar yfir á þessum tíma og jafnast svo út yfir sumartíman eins og skólarnir, þá svona lækkar aðeins kostnaður þar. En svo eru aðra stofnanir eins og þjónustumiðstöð og íþróttamiðstöð þar sem að kostnaðurinn hins vegar meiri yfir sumartíman og þær stofnanir eru þá undir núna með við 31. maí. Síðan er það þá ef við tökum skatttekjurnar þá hafa þær verið heldur yfir því sem áætlað var. Við erum náttúrulega nú þegar búin að gera viðauka við áætlun ársins og þar sem við búist við 40 milljónum aukalega í staðgreiðslu með við þessum upphaflega var áætluð og mér sýnist nú svona með stöðunni sem hún er núna að við megum jafnvel búist við að það verði eitthvað örlítið meira en það. Og eins er með til dæmis fasteignaskatt og lóðarleigu, það er svona frekar yfir áætlun. Enda náttúrulega eru alltaf jafnt og þétt að bætast inn einhverjar fasteignir hjá okkur þar sem hafa verið miklar framkvæmdir í gangi. Nú rekstur málaflokkana eru auðvitað bara svolítið misjafnlega staddur eins og staðan er núna. Við erum bara svona í heildina séð örlítið undir áætlun en þetta náttúrulega dreifist ekki allt jafnt og sumir málaflokkar eru bara nokkurn veginn á pari eins og staðan er en aðrir eru undir áætlun og þá kannski að koma þar meira inn yfir sumartíman eins og til dæmis í umhverfismálunum sem eru náttúrulega á stærstum hluta að koma inn yfir sumartíman. En það sem er kannski svona helst að valda okkur smá vandræðum, það eru hreinlega bara verðbætur sem að hafa náttúrulega verið töluvert hærri heldur en að ráð var gert fyrir og skýrist bara því að verðbólgan hefur verið töluvert hærri heldur en að áætlanir gerir ráð fyrir. En þannig já, ég held ég kannski bara hafi þetta ekkert ítarlegra að sinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Klara. Eins og Klara fór yfir að þá sýnist manni þegar maður rennir yfir þetta yfirlit að það séu þetta svona ágætis stígandi í útsvarstekjum. Svona, mér sýnist að vera svona 10% hækkun ef maður ber saman á milli ára. En því miður éta fjármagnsliðirnir þetta svolítið því að verðbólgan er á uppleið og við auðvitað skuldum peninga og allt hefur þetta áhrif þannig að þetta er ekki allt í hendi en mér sýnist nú eins og Klara fór aðeins yfir að reksturinn sé nú bara svona í ágætis jafnvægi og engar gríðarlegar svona að sjá neinar mikil frávik í málaflokkun allavega ennþá en eins og hún kom inn á að þá auðvitað á þetta að jafnast eitthvað út þegar líður á árið og við áttum okkur kannski betur á þessu þegar það fyrir að líða fram á haustið. En gott og vel, þetta liggur fyrir og ég ætla bara að gefa orði laust þetta rekstrar yfirlit ef einhver vill tjá sig það. Ég sé ekki merki frá neinum þannig að þetta í raun og veru ekki afgreiðslumál heldur bara lagt fram hér til kynningar og auðvitað er öllum frjálst að vera í sambandi við fjármálastjóra hvenær sem einhverjar spurningar sem að vakna varðandi reksturinn. En gott og vel þessi liður, þessu er svo lokið, þetta er lagt fram til kynningar. Þá förum við lið 3 sem er kjör nefnda og ráða og stjórna. Þetta eru hér 3 stjórnir sem að við skildum eftir í sjálfu sér á síðasta fundi og það er hér fyrst félags- og barnaverndarnefndin sem að við frestuðum að skipa í á síðasta fundi aðalega vegna tilmæla frá ráðuneytinu vegna þess að
vegna þess að stendur til að taka barnaverndaliðin út þarna en við svo sem ekki hvernig það verður gert, væntanlega í haust. Þannig að í raun og veru þessi nefnd bara einskipuð hún var síðasta kjörtímabili og það tillaga að aðalmenn verði Arndís Fannberg og Hrafnhildur Valgarðsdóttir og varamenn Guðbjörg Ellísdóttir og Lovísa Sigurðardóttir. Ég ætla bara að bera þetta allt upp í einu og svo stjórn Strandavallar EHF. Þar aðalmaður Viðar Þorsteinsson og varamaður Margrét Harpa Guðsteinsdóttir. Og svo þriðja ráðgjafarnefnd Friðlands á Fjallabaki. Og þar aðalmenn Magnús Hrafn Jóhannsson og Jóhanna Hlöðversdóttir og Guðlaug Berglind Guðgeirsdóttir og varamenn Fjóla Kristín Blandón og Gunnar Aron Ólason og Sigurgeir Guðmundsson. Og ég ekki orðið laust þessa tilnefningar. Engi hvað þessu hljóðst, þannig að þessi geta samþýtt þetta, vissalega geðmerki. Ykkur á móti, svo ekki samþýtt samhljóða. Þá það liður 4 sem erindisbréf vegna byggingarnefndar skólahúsnæði á Hellu. Fjöllum líka þetta eins og síðasta fundi og það var vísað til mín að leggja fyrir erindisbréf þá á þessum fundi sem að fylgir þarna með í gögnunum. Og ég held ég lesi bara bréfið upp. Það sem lagt fyrir hér að það sem sagt fyrsta grein, stjórnskipuleg staða, sveitarstjórn skipa fulltrúa í byggingarnefndina, oddviti sveitarstjórnar formaður nefndarinnar, að auki starf með nefndinni skólastjórnendur grunnskólans á Hellu og leikskólans Heklukots og forstöðumaður eigna- og framkvæmdasviðs. Hlutverk byggingarnefndar. Vinnur að því að kostnaðaráætlun vegna framkvæmda við nýjan grunn- og leikskóla standist. Leggur mat á kostnað vegna hugsanlegra aukaverka sem kunna koma upp á framkvæmdatíma. Og tryggir að verkefni verði unnið eftir áherslum sveitarstjórnar og nefndi starfa með forstöðumanni eigna- og framkvæmdasviðs að samhæfingu allra verkþátta verkefnisins til þess að tryggja hagkvæmt skipulag þeirra. Umboð nefndarinnar gildir á framkvæmdatíma verkefnisins og færa skal fundagerðir í gerðabók 12 og skulu þær lagðar fyrir sveitarstjórn. Nefndamönnum skal greidd þóknun í samræmi við samþykktu stjórn og fundarsköp Rangárþings ytra varða þóknun vegna starfa fagnefnda. Nefndin hefur við vinnu sína sem víðtækar samráð við hagsmunaaðila og hefur heimildir til þess að boða þá til fundar eins og þarf. Nefndin hefur heimild til þess að kalla sérfræðing og ráðgjafa til samráðs eftir því sem fjárheimildir verkefnisins leyfa. Þetta raun og veru erindisbréfið við skipuðum í nefndina á síðasta fundi. Þannig að við erum ekki að skipa í nefndina sem slíka heldur eingöngu að samþykja starfslýsingu eða erindisbréf fyrir þessa byggingaframkvæmdir. Og ég gef orðið laust þetta erindisbréf ef ykkur vill tjá sig það eða bæta við eða hafa skoðanir á því einhverju í þessu sem fólki finnst ekki eiga við. Eydís, gjörðu svo vel. Oddviti fundamenn. Þetta mjög vel útfært erindisbréf og kemur skýrt fram hlutverk nefndarinnar. Ég held að væri æskilegt að það kæmi fram fjöldi nefndarmanna. Það sem sveitarstjórn skipar í nefndina en við ættum að láta koma fram í erindisbréfinu strax í upphafi hver fjöldin sem á að sitja þannig að það sé alveg skýrt frá upphafi. Auðveldar til seinni tíma. Takk.
Takk fyrir þetta, Eydís. Þetta er alveg rétt og góð ábending. Bara spurning hvort að við bætum því bara við þarna fyrstu greinina. Þetta er 5 manna nefnd eins og kom fram á síðasta fundi. Ef ég man rétt að þá er það ég og Gunnar Ólafsson og Þröstur Sigurðsson sem skipa nefndina og skólastjórnendur leik- og grunnskóla. Var ekki rétt munað mér? Já, nefndin er 3 manna en sem sagt, þessir embættismenn starfa með nefndinni, það var þannig sem þetta var. Það er rétt. Nú þá bara ber ég þetta erindisbréf upp, í raun og veru með þessum breytingum sem við höfum rætt. Þessi geta samþykkt það, gefur svolítið merki. Einhver er á móti, samþykkt samhljóða. Gott og vel, þá erum við í lið 5 sem er fundaráætlun sveitarstjórnar og byggðarráðs. Tillagan gengur út á það að sumarleyfi sveitarstjórnar árið 2022 verði frá 22. júní til 10. ágúst og byggðarráð er veitt umboð til fullnaðar afgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar. Þetta er hefðbundið og ég svo sem veit ekki hvort að byggðarráð fari algjörlega eftir sinni fundaráætlun sem við lögðum fram á síðasta fundi á þessu tímabili, en ég gerir ráð fyrir að byggðarráð fundi í júlí bara eftir því sem erindi berast og þörf þykir. Þeir sem geta samþykkt þetta, gefur svolítið merki. Ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Þá erum við í lið 6 sem er samþykktirnar. Það er gert ráð fyrir því að ég held bara í sveitarstjórnarlögum að samþykktir sveitarfélaga séu yfirfarnar í upphafi kjörtímabils. Og við ræddum þetta nú lauslega annarkvort utan dagskrár eða í dagskrá síðasta fundar, ég man það ekki. En tillagan gengur út á það að vísa til byggðarráðs að yfirfara gildandi samþykktir og svona tímalínan væri vonandi svo að við gætum tekið breytingar á samþykktum til fyrri umræðu á byggðarráðsfundi í júlí, væntanlega seinnipartinn í júlí, og tekið þær svo til seinni umræðu og endanlega samþykktar á fyrsta fund okkar 10. ágúst. Og þá færum við bara inn í haustið með nýjar samþykktir. En tillagan gengur út á það í raun og veru að fela byggðarráð að yfirfara gildandi samþykktir. Ekki orðið laust þá tillögu. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skeiða merki. Ykkur er á móti. Samþykktin 7 atkvæða. Þá erum við í lið 7 sem er skilgreint sem trúnaðarmál. Þannig að ég ætla bara að biðja slökkum útsendingunni augnablik og kannski gestur okkar fari fram rétt á meðan. Við verðum fljóta að afgreiða þetta. Gott og vel, þá er sveitarstjórn klára sig af þessu máli og þá höldum við fundi áfram. Og erum komin að lið 8 sem er fiskiræktun í efri hluta Eystri Rangár, sem er mál sem er búið að vera
er ekki nýtt og búið að vera í undirbúningi í allan vetur held ég og heilmikið af gögnum þarna með í fundabóðin ykkar þarna í gáttinni varðandi þetta mál. Þetta var svona verið alls konar og mikið af gögnum og mikið að lesa og setja sig inn í og búið að vinna heilmikla vinnu í kringu þetta alls saman og bara talsvert að að setja sig alveg inn í. Nú ef ég bara reifa þetta eins og ég skil málið allt svona bara í örstuttu máli að þá snýst þetta það að það eru aðilar sem að hafa áhuga fyrir því að rækta fisk í Eystri-Rangá og áin liggur að jörðum sem að sveitarfélagið á og þar af leiðandi veiðirétturinn. Upphaflega þá var svo hugmynd uppi sem sagt að leigja jarðirnar í heilu lagi til þess að stuðla að þess að þetta yrði að veruleika. Svo eftir alls konar umræður og vinnu að þá liggur fyrir lögfræði álit og það er þarna í gögnunum ykkar frá lögmanni Lex eða sem sagt að það komu þetta athugasemdir við þessar hugmyndir að leigja báðar jarðirnar í heilu lagi því það gæti hamlað alls konar nýtingu sem var og í raun og veru ekki nauðsynlegt að þær færu allar undir til þess að þetta gæti orðið að veruleika. Þannig að hugmyndi var svo og það liggur fyrir lögfræði álit það að það sé hægt að búa til tvær landspildur út úr jörðunum sem að fengju uppálega landnúmerið og þar af leiðandi myndi veiðirétturinn fylgja þeim spildum og væntanlega eru þá gerð ný landnúmer á það sem eftir stæði. Við erum búin að fá nýja sveitarstjórnin hér er búin að fá kynning á þessu frá þessum aðilum komið hér á fund til okkar og einnig hef ég nú rætt þetta mál held ég persónulega við alla kjörna fulltrúa og ég get ekki fundið annað en að það sé vilji til þess að liðka til með þessum að Fossdalir heitir félagið sem stendur á baku þetta og ég get ekki fundið annað en að þessi pólitísku vilji til þess að liðka til fyrir málinu. En við auðvitað erum að fjalla þarna í raun og veru auðlindir sveitarfélagsins og svona ég finn það líka að fólk og tali fyrir mig sjálfan líka að auðvitað viljum við fara varlega og vinna þetta allt sem að rétt og í raun og veru þegar að við tökum við að þá lá fyrir sem sagt það var búið að gera drög að leigusamningi og það er búið að vinna held ég alla undirbúningsvinnu hvað varðar það að búa til þessar landspildur hjá byggingafulltrúa en það var ekki búið að afgreiða það hjá byggingafulltrúa. Þannig að í raun og veru það sem að kannski og auðvitað búið að á febrúarfundi sveitarstjórnar var skrifað undir eða samþykkt viljayfirlýsing vegna málsins en í sjálfu sér ekki leigusamningur en það liggur fyrir viljayfirlýsing sveitarstjórnarinnar. Nú það sem liggur fyrir þessu fundi ég met þetta þannig að í sjálfu sér þetta kannski tvö aðskilin mál að það er annars vegar þetta að klára það að búa til þessar landspildur og koma landnúmerunum á þessar landspildur og þinglýsa þeim. Það er annar angi málsins og svo hinn að klára það og sem sagt að skrifa undir leigusamning. Það er svo hinn vinkillinn á málinu. En ég get ekki séð
að við getum skrifað undir leigusamningi fyrr en búið að þinglýsa þessum landsbyldum á sín landnúmer. Og það það sem að við leggjum til að við gerum á þessum fundi varðandi þetta mál, það að vísa til skipulagsfulltrúa að búa til þessar landsbyldur. Þetta var komið til hans á fundi, ég man nú ekki, einhvern tímann hann í byrjun maí, en því var frestað, það var aldrei klárað. Og ég legg til að auðvitað í lok umræðunar að og eftir hvernig umræðan þróast að ég horfi þannig á það að sveitarstjórn muni hafa hún vilja til þess að óska eftir því við skipulags- og byggingafulltrúa að hann búi til þessar spildur og þinglýsi þessum landnúmerum á þær, og í framhaldi af því að þá setjumst við niður og klárum þennan leigusamning og reynum að komast að samkomulagi með það. En þetta svona bara í grófum dráttum og stuttum máli eins og ég get komið frá mér varðandi þetta, en ég ætla að gefa orði laust þetta mál. Það kveður sér engin hljóðs, en sem sagt, Þröstur, gjörðu svo vel. Já, ótrúlega góðu fundamenn. Ég vil bara taka undir þessa tillögu og hvet til þess að við bara reynum að hraða þessari vinnu eins og kostur og síðan í millitíðinni væri örugglega gott að fara yfir þennan leigusamning sem að liggur fyrir og nota tímann og undirbúa það eru einhverjar breytingar honum klárlega sem við þurfum að skoða, þannig að við myndum nota tímann í leiðinni að yfirfara hann, þannig að við reynum að vinna upp dálítinn tíma sem að við höfum verið að tapa í þessu máli. En öðru leyti þetta bara, óskuðu bara þessum aðilum velfarnaðar í þessu verkefni. Þetta náttúrulega bara stórkostlegt verkefni ef þetta gengur upp. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Já, ég held að það engin sem að kveður sér hljóðs. Ég get svo sem tekið bara undir allt sem að Þröstur sagði, að auðvitað það svo að þegar svona mál lenda á milli í kosningum, það er ekki til þess að flýta fyrir málinu, það bara liggur hlutarins eðli. Það kemur nýtt fólk að, málið í fullri vinnslu, fólk þarf tíma til þess að svona ná utanum málið, og fyrir utan það það náttúrulega fullt af öðrum málum líka, en ég alveg sammála því sem komið fram í máli Þrastar, að auðvitað reynum við bara að vinna þetta mál eins hratt eins og stjórnsýslan leyfir okkur. Og ég vona því að það verði fundur í skipulagsnefnd bara mjög fljótlega. Skipulagsfulltrúi búinn að vera í sumarleyfi og kominn til starfa, þannig að ég vona að það verði fundur bara mjög fljótlega og þá verði hægt að taka þetta þar fyrir og klára. Og svo vinnum við málið áfram eins og fram hefur komið. Þannig að tillagan í raun og veru gengur út á það að sveitarstjórn felur skipulags- og umferðarnefnd að stofna 2 landsbyldur úr jörðunum Árbæ L 164470 og Fossi L 164479, og til grundvallar þeirri vinnu viljayfirlýsing sveitarstjórnar Rangárþings ytra frá 44. fundi sveitarstjórnar þann 10. febrúar síðastliðinn. Og þeir sem geta samþykkt þessa málsmeðferð gefur svo gefmerki. Ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Gott og vel. Þá það liður 9 sem styrkbeiðni frá ungmennafélaginu Framtíðinni.
þar sem að Ungmennafélagi Framtíðin óskar eftir styrk vegna ruslatíslu meðfram Þykkabæjarvegi 25 og suður Nýjabæ að Hala í Hafskverfi eða 30 kilometrar. Og það styrkbeiðnin þarna í gögnunum ykkar og það óskað eftir 150.000 krónum í þetta. Já, það tillagan. En ég ætla að gefa orði laust um þessa styrkbeiðni. Ef enginn vill tjá sig um það, þá liggur þetta mál þannig að eftir því sem ég kemst næst þá hefur nú ekki neinn sérstök fordæmi fyrir því að veita slíka styrk eins og þessa og þetta svona styrkveitingar oftar en ekki fordæmisgefandi, þannig að tillagan gengur út á það að veita þeim styrk upp á 50.000 krónur og kostnaðurinn færist á málaflokk 11 umhverfismál. Þessi geta samþykkt þá tillögu, gjörsölugefamerki, ykkur á móti, samþykkt með 7 atkvæðum. Þá að liður 10 sem er í raun og veru skýrsla sem er lögð fram til kynningar sem heitir Fræðslustjóra láni og þarna, vonandi þeir eru búin að kynna ykkur, en í raun og veru það sem til afgreiðslu hérna hjá okkur það að eftir þessa vinnu alla saman að þá liggur fyrir tillaga frá forstöðumönnum stofnana sveitarfélagsins að haldið verði sameiginlegur fræðsludagur þann 19. ágúst og að þann dag verði stofnanir ýmist lokaðar eða þjónusta skert að einhverjum hluta. Og það, þegar að tala þjónustu skert að einhverjum hluta svona verið að vísa kannski í að sundlaugi verði opinn eitthvað og á eftir að útfæra það nánar. En okkar tillaga svo að samþykkja tillöguna og vísa til sveitarstjóra og forstöðumanna skipuleggja hana fræðsludag og auglýsa skerðingar og þjónustu og annað eftir því sem við á eins vel og hægt er. Ég gef orðið laust þessa tillögu í raun og veru neðri tillöguna sem tillaga frá sveitarstjórn, hitt raun og veru tillaga frá forstöðumann. Þessi geta samþykkt þetta vísalega gefamerki, ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Gott og vel, þá erum við með hérna umsóknum sýslumaður óskar eftir umsókn vegna tækifærisleyfa tímabundins áfengisleyfis í hálendisverslun og bílaplani í Landmannalögum á tímabilinu 8. júlí til 15. september. Það var fullt af tillögum en það er búið að snikka þetta niður í eina og dagsetningin frá 8. júlí til 15. september og umsækjandi og ábyrgðarmaður Sverrir Kristinsson. Þannig að ég gef orðið laust þetta. Þessi geta samþykkt það gerir ekki athugasemd við veitingu tækifærisleyfa þarna Landmannalögum vísalega gefamerki. Ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Þá liður 12 sem óskum breytingu og heiti lóðar í Bergholt. Þar eigandi lóðarinnar Hægi L 175 271 óskar eftir að breyta heiti lóðar sinnar í Bergholt og ég gef orðið laust það. Engar athugasemdir. Þessi geta samþykkt þetta vísalega gefamerki. Ykkur á móti,
samþykkt samhljóða. Liður 13, Hægilóð 2, breyting á heiti lóðar í Teigsholt. Eigandi lóðarinnar Hægilóð 2, lóð 218 421, óskar eftir að fá að breyta heiti lóðar sinnar í Teigsholt. Búið er að heimila breytingu á landnotkun í aðalskipulagi sveitarfélagsins þar sem lóðum umsækjanda var breytt úr frístundanotkun í landbúnaðarnota 9. Ég gef orðið laust þessa breytingu. Þessi geta samþykkt þetta vinsanlega ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Og liður 14, Þjóðhársæði 3, óskum breytingu á heiti jarðar. Eigendur Þjóðhársæða 3 óska eftir að fá breytt heiti jarðar sinnar í Þjóðhólshaga án aukanúmera aftan við heitið. Þetta snýst það að taka þennan tölustaf burtu. Þannig að jörðin heiti Þjóðhólshagi í staðin fyrir Þjóðhársæði 3. Og ég gef orðið laust þetta. Ég ágætt að komið fram að ég er búinn að fara yfir þetta með skipulagsfulltrúa og þetta á ekki að vera neitt hættulegt að samþykkja þetta. Þessi geta samþykkt þessa breytingu vinsanlega ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Nú þá erum við í raun og veru búin að afgreiða öll mál hvað varðar afgreiðslumál og erum komin í kynningamálin og ef enginn gerir athugasemd þá ætla ég bara að hafa þessi mál öll saman undir í einu þessar fundargerðir og gefum þetta orðið laust þær ef að fólk vil tjá sig þær. Mér langaði til þess að gera tillögu að leggja til að í lið 21 sem er áskorun frá félagi atvinnurekenda varðandi álagningu eða varðandi fasteignamatið að við myndum vísa þeirri áskorun til vinnu við fjárhagsáætlun í haust, þannig að við getum öðru leyti eru þessar fundargerðir til kynningar og auðvitað þessi áskorun líka til kynningar en ég tel alveg ástæðu til þess að við tökum þessa áskorun sérstaklega til umfjöllunar þegar við förum í fjárhagsáætlunarvinnu. Ykkur sem vilja tjá sig þessar fundargerðir þá legg ég bara til að þessar fundargerðir verði staðfestar. Ykkur sem að vera á athugasemd við það, samþykkt samhljóða. Þá held ég að dagskráin sé bara tæmd. Ég glemdi því upp að við fundar að þetta eru þetta sögulegu fundur að því leytinu til að þetta er fyrsti fundurinn sem er sendur út beint fyrsti sveitarstjórnarfundur nákvæm sem getar sem er sendur út beint og við getum bara sagt að það sé söguleg stund og ágætt að það komið fram en að því sögðu að þá þakka ég ykkur bara fyrir góðan fund og slít fundi.